barst til eyrna að í Stólpa á Egilsstöðum væri mikið og gott starf unnið og við ákváðum að líta aðeins í heimsókn og fræðast hvað fer þar fram. En svo við byrjum á byrjuninni. Hvað er Stólpi? Stólpi er hæfing og iðja fyrir fatlað fólk og það geta allir á Austurlandi sótt í Stólpa. Og það eru hjá okkur 16 notendur, mismikið, við erum með svolítið blandaðan hóp af fólki sem sækir til okkar. Þegar það allir sameiginlegt að vera með einhvers slags skerðingar, flokkast undir málaflokk fatlaðs fólks. Og við erum með mjög blandaðan aldurshóp. Við erum með fólk alveg frá 20 upp í 67-8 ára gamalt. Og mjög misjafnt hversu mikið fólk er hjá okkur. Sumir eru bara part úr degi, nokkra daga í viku, aðrir koma á hverjum degi og eru nánast allan daginn. Þannig að þetta er rosalega blandaður hópur og misjöfn þörf fyrir þjónustu. Þarfir þeirra eru rosalega mismunandi. Þó svo að allir á Austurlandi geti sótt í Stólpa, þá heyrir starfsemin undir félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs. Verkefnin í Stólpa eru fjölbreytt og eitt þeirra er samstarfi við Miðás, en notendur Stólpa raða saman skrúfum og öðrum smáum hlutum fyrir innréttingar fyrirtækisins. Til þess að mæta þörfinni fyrir misjafna þjónustu. Ég get sagt að hópurinn sé tvískiptur. Það eru annars vegar yngri notendur sem eru svolítið hærrastandandi og eru getumeiri. Sá hópur er að stórum hluta líka út á frjálsa vinnumarkaðnum og er bara að hluta til í Stólpa. Margir sem koma hingað kannski og borða með okkur hádegismat og fá kaffitíma hér. Við erum líka að fylgja einhverjum einstaklingum í vinnu sem þurfa aðstoðarmann með sér í vinnuna. Þá fyrir starfsmaður frá okkur í það. Nú yngri hópurinn hefur líka mikið verið að sækja alls konar námskeið og við höfum verið í miklu samstarfi við Austurbrú sem að fær fjármagn í gegnum Fjölmennt. Þeir hafa verið að bjóða upp á mörg flott námskeið. Þeir hafa meðal annars verið að styrkja crossfitið. Þeir hafa bjóðað upp á enskunámskeið, sjálfstyrkingu, matreiðslunámskeið, tölvunámskeið, jóga og þeir eru yfirleitt líka með eitthvað skipulag í tengslu við listan landamæra og hafa styrkt okkur með fjármagni í það. Þannig að við svona reynum að finna út hvaða fólk er hjá okkur, hvað hafa þau áhuga á og hvernig getum við reynt að mæta þeirri þörf og þeirra áhuga sviði. Þá er farið í sund, boccia, þematengda vinnu og göngutúra, það er prjónað, föndrað og margt fleira gert yfir daginn. En hver er hugmyndafræðin á bak við Stólpa? Við viljum efla það fólk í þátttöku í eigin lífi og styðja við þau markmið sem þau hafa, hvað þau vilja vera að gera. Eins og ég segi þá erum við að aðstoða fólk út af vinnumarkaðinn, veita þeim stuðning í því þess að það þurfa. Við vinnum eftir hugmyndafræði þjónandi lesennar sem að fjallar hvernig þú kemur fram við fólk, hvernig þú notar sjálfa þig sem verkfæri í vinnu með fólki, hvernig þú beitir röddinni þinni, hvernig þú beitir augunum og hvernig þú nálgast fólk bara í almennum samskiptum með vinsemd og virðingu og myndar traust í samskiptum. Og já, það er svona helsta hugmyndafræðin. Einmitt það. Í Stólpa gefur að líta margt fallegt handverk og er hægt að kaupa sumt af því. Heyrðu, hérna erum við með hluta af föndrinu. Þetta er þæfingaverkefni. Við höfum verið að þæfa utan golfbolta og búa til svona lítil blóm og setja á seríur og svo erum við að selja þessar seríur. Og hvar er hægt að kaupa þetta? Það er hægt að kaupa þetta hjá okkur. Endilega kíkja við. Þetta er mjög vinsælar gjafir fyrir jólin. Er það bara hægt að banka upp á hérna? Það er bara, eins og ég segi, það er alltaf heitt á könninni og fólki er velkomið að droppa við. Svo erum við líka með Facebook-síðu, Stólpi hæfing iðja, sem ég hvet fólk til að kíkja á. Nágranni Stólpa er ekki að verjandanum, því CrossFit Austur er í sama húsi og þar voru þær Tetta og María að taka á því undir handleiðslu Sonju þjálfara og eiganda stöðarinnar. Við erum búin að vera í CrossFit núna vikulega í rúmt ár og þetta hefur verið mjög vinsælt. Það er alltaf spurt eftir CrossFitinu þegar við fyrir með pásur. Þannig að Sonja er líka mjög hæfileikarík og snýður æfingar eftir því bara hvað fólk getur hverju sinni. Þegar við erum með mjög fjölbreyttan hóp sem er hjá okkur. Við erum reyndar ekki mjög mörg í CrossFit í dag en það er alveg upp í 7 manns sem er að taka þátt.
Þannig að þetta er bara frábært að geta nýtt aðstöðuna sem við erum með hérna eiginlega nánast undir sama þakki. Grjóthart og það var margt að vera í stólpa þennan fimmtudaginn og við greipum Karl Sveinsson tali þar sem hann satt einbeittur við vinnu. Kalli, hvað ertu að gera hér? Þetta er miðásett fyrir innrætingar. Þú ert innrætingar fyrir miðás og kemur hingað oft í stólpa til að gera þetta? Já. Hversu oft kemur hérna í viku? Ég kem mándag, þriðjudag, miðvikudag, þá er ég byrjun dagskrána. Okay. Ég vinn öðrum stað líka, ég vinn í mjólkurstöðunum líka. Okay. Þannig að það er brjálæði að gera hjá þér. Þannig til mjólkurstöðunni og ber út og svo kemur hingað líka. Já. Og þú hefur tíma í þetta allt. Hvað fleira ertu svo að fá stuð hérna í stólpa? Það er að gera þetta og svo ég líkaði stundum á prjóna líka. Prjóna? Fyrir sjálfa þig? Ég er stundum prjóna heima á mig líka. Ok, og hvað ertu helst að prjóna? Það er svona trefla og svo kann ég líka smerla svona púða líka. Segðu mér, ég sé úr með fullt af nælum á þér. Hver er ástæðan fyrir því? Já, þetta. Já. 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 Þetta er hvað, Manchester United? Já. Þetta er Manchester United stuðningsmaður sem sagt? Já, ég er í klúbbnum. Þú ert í klúbbnum? Horfir alla leiki? Nei, ég er bara að frétta bara heim hvað þeir hafa unnið ekki. Já, og les bara leikina. Og hvað ertu með fleira? Framsóknarflokkinn? Já. Kýst þá? Já, ég er framsóknarmaður. Grjótharður? Já. Einmitt. Það er flott. En þú? Ég? Já. Það er best ég gefi það ekki upp hérna. Já, það er ekki bara viðmælendur sem fá erfiðar spurningar. Áður en við kvöddum Freyju, Kalla og alla aðra sem tók á móti okkur í stólpa, hafði Freyja þetta að segja að lokum. Ég veit að það eru margir sem að vita ekki hvað stólpi er eða hafa einhverjar hugmyndir stólpa frá fyrri tíð, hvernig staður stólpi var á þessum tíma. Og við viljum bara segja við fólk að fólk er alltaf velkomið að hringja, spyrjast fyrir. Það er alltaf heitt á könninu og fólk er velkomið að droppa inn. Endilega bara kynna sér starfsemina hérna og kíkja við í kaffi. Það er alltaf heitt á könninu. Af því að við viljum endilega sem flestir viti að við erum til. Þessi starfsemi er í boði fyrir fatlað fólk. Og já, allir velkomnir. Við lærðum í það minnsta heilan helling það öfluga starf sem unnið er í stólpa og við vonum að þið hafi gert það líka.